of Monsters and Men og sennilega svona heitasta hljómsveitin á Íslandi í dag. Lagið heitir 6 Weeks, klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn og sem betur fer situr hann hérna beint á móti með Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Takk að kærlega fyrir það, gaman að vera þetta með þér. Já, gaman að fá þig, alltaf pressandi. Og gaman að vera með ykkur. Já, kæru hlustendur. Já. Takk fyrir að stilla inn á FM 957. Það var reyndar þegar ég var að vinna hérna á FM á sínum tíma, mörg ár síðan. Já. Þá var alltaf sagt við mig að ég ætti að ávarpa hlustendur í eintölu, segja þú. Já, þú hlustandi bara. Já. Já, ok. Og ef að þú ert, þú veist, ég ætla að gefa hérna bíómið á eftir og ef að þú hefur áhuga á því þá... Já, ekki þið. Þá slærðu á þráðin. En svo sérst alltaf að tala bara beint við einhvern sem í bílnum eða heima. Já. Já, þetta svolítið snuð. Það enda mörg, FM Legend búin að vera að gefa mér fullt af punktum sem ég byrjaði, alveg núna ekki þennan punkt. 10 mánuði. Nei, jú, ég hef örgulega hirtið eitthvað staðar. Já. Bara vera hreinskilinn við hlustendur. Já, við hlustandan. Já. Hlustandan og Þetta tvíækja samt. Já, en versti punktur sem ég fekk var að vera brosandi alltaf þegar ég talaði því að fólk í bílnum myndi skynja það. Þú veist ekki brosandi? Ef ég væri svona núna þá myndi ég tala svona, þannig að þetta er heimskast sem ég veist. Já. Við erum alltaf hérna. Já, það er að gera. Herðu þið með til á FM hér. Allir skellbrasandi. Sællinir. Já. Við erum hins vegar með frábæran þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Ég ætla að halda það bara. Kæru hlustandi. Já, ok, kæri hlustandi. Við erum með Tong á sínu stað, hann ætlar að hringja til Færeyja á kaffihús þar. Litli kynnerinn okkar. Við ætlum líka að Já, við ætlum að fara í atvinnuleit. Við ætlum að hringja hérna sem útlendingar að leita að vinnu því að við tókum eftir í fréttablaðinu í dag að það hefur verið að auglýsa eftir fólki í vinnu og annarkvort þarf það að tala reiprennandi íslensku eða mjög góða ensku. Og við ætlum aðeins að leika okkur með það á eftir Pétur og ekki tala neitt rosalega góða ensku þegar við sækjum störf. Já, við þurftum reyndar ekkert að vanda okkur í því. Nei, það var mjög létt. Svo ætlum við jafnvel í lélega atrið okkar líka. Það er karaoke á sínum stað. Þórunn Antoni ætlar að kíkja í stutta heimsókn. Hún er að fara að halda útgáfutónleika. Þannig að það er bara, og svo eru sturla staðreyndir og slúður og það er alltaf að gera þjók. Karaoke. Já, karaoke. Já, það er búin að nefna það kannski. Já, þar koma mitt hlustendur inn og þurfa að hjálpa okkur að velja lögin. Þetta er rosalega. Já, ég hef ekki séð þig síðan á laugardaginn. Ég ætlaði að þakka þér kærlega fyrir það. Þá síðast ég sá þig að þá varst þú veislustjóri í brúðkaupi hér í bæ. Já. Og svona helminguna prógramniðinu gekk út á það að rakka mig niður þarna. Nei, þetta er ekki niðurrakk. Herðu, þetta var víst niðurrakk af því að ég sagði að ég var einn, ekki að ég sat ekki einn, ég var með fólki á borði. En þú gerði bara ef ég lappaði á klósti eitthvað, varst alltaf að tala um ég var svo niðurlútur og enda væri ég einn og eitthvað. Þetta var orðið þannig, ég talaði við... Þetta var orðið óþægilegt. Nei, sko, ég hló og hafði gaman að en sko þegar fólk á komið í glas, svona eins og mamma Sveppa og Bryndís hans Imma og eitthvað svona eftir að veisla var búin. Ég var að segja Bjössa þetta mánudaginn. Þá var ég að fá svona og það var ekkert verið að grínast, bara svona alveg frá hjartinu. Þú átt alveg eftir að kynnast góður í stelpu. Ég er bara svona, ég er ferskur sko, þetta er ekkert mál. Þannig að fólk var svona, konundin sérstaklega í veislinni, það er bara vorkendu mér þegar þú varst að láta mig heyra það. Já, þetta var allt með ráðum gert hjá mér. Já, var það? Já. En það er þannig, Auðun. Það er þannig sem að þitt grín gengur, það er það sem að þitt grín gengur það, að láta öðrum líða illa. Býta aðeins, Auðun. Þetta er væntumþykja. Ok. Er þið ekki svo væntum þig? Þess vegna er þetta gaman að tala um þig. Ég hafði reynda mjög gaman að þessu. Það fyndi. Þú lést mig ángri, segir það. Reynda kom Sveppi sannlega með versta punktin í brúðkaupinu og við skulum ekki hafa það eftir honum hér í þessum þætti. Sölvar óþokkið sem Ég fekk að heyra það, allavega svona fyrstu 2-3 innkomendar hjá þér. Já, gengur bara til það. Þetta bara, þú veist, þú lást vel við höggi. Þið er ekkert að grenja við því, en ég var, þetta var orðið pínið þessi brúðkaupi eins og þú sérð bara í svona romantískir gamamynd í Bandaríkjunum. Bara svona, ok, það fyrir bara ein, þá er oftast talað um konur. Það ertu bara að fara ein í brúðkaupi, það ertu ekki með neitt date eða neitt, og ég fekk að upplifa það svolítið. Já, líka svo fór ég að velta fyrir mig, þú veist hvernig það væri að vera, myndi einhvern tíma að vera í brúðkaupi á þér? Það er weird. Og svo grenjar og hlátri, ég var það bara að finnast að svo það er heilt. Það væri ógeðslega að fyndið. Það væri brúðkaupi á mér. Já, vilt þú ganga að eiga Auðun Blöndal? Það er eitthvað sú lína út. Hvað segir þú? Væri þú þá bara í kirkjunni grenjandi og hlátri? Í rauninni, já. Það var nú samt svolítið fyndið að sjá Sveppin upp á allt þarri. Já, það var eitthvað. Í eitthvað voða fínum fötum. Hann klæði sig aldrei svona. Geðveikt fín. Já, hann er alltaf bara í gallaböksum á ból. En hann þurfti náttúrulega, hann gæti ekki verið alveg frá toppið táar því að hann var með Rolling Stones svona ermanheppa, sástu þetta? Já, ég sá það.
flottir. Mjög flottir. En við erum með frábæran þáttanda þér í dag, kæri hlustandi, ekki vogar að skilja stöð og við ætlum að byrja þetta hljómsveit sem er í miklu uppáldi hjá bæði mér og Pétri. Florence and the Machine og lagið heitir Never Let Me Go. Huggulegt. Florence and the Machine með Never Let Me Go hér í FM 95 Blö og já, Pétur, þú ættu nú að vita hvað gerist á þessum tíma dags hjá okkur. Það slúður kallið minn, það þýðir aðeins eitt. Í FM 95 Blö. Erum við Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið hjá FM 95 Blö. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blö. Já, komið þið sæl og velkomin í slúðrið. Það er Pétur Jóhann Sigfússon sem þetta segir og á móti mér situr Auðun Blöndal. Hann er sérfræðingur í slúðrinu og við ætlum að henda boltanum yfir á hann. Já, ég ætla að byrja að segja ykkur frá ykkur sem að, já, hefur sennilega ekki farið fram hjá neinum og það er meðan Harry Bretaprins, en hann heimsótti Las Vegas helgina og sem væri nú ekki frá sig færandi nema að, já, nú eru bara myndir á honum allt í interneti þar sem hann er hlaupandi svítun á Adamsklæðum. Já, delanum bara. Já. Og það er hérna búið að setja stjörnu fyrir rass. Ég er að skoða myndina á honum hérna núna og hvað er að gera þarna? Þetta er snilt. Já, sko, fyrsta sem að mér finnst lélegt við þessa frétt er að það er einhver sem að, sko, ok, hann er prins, þú veist, Bretlandi, og það er einhver sem að, þú veist, tekur myndir á honum og legur því inn á tmsetu.com. Það er lélegt. Ef það er búið að bjóða þær í partí, þú veist, prins að bjóða þær í partí, það er bara eins og maður og skemmtur. Mér finnst þetta hrikalega lélegt. Þetta er það sko, þetta er væntanlega þá einhver sem þekkir hann. Já, en nákvæmlega, jú, einhver sem var boðið upp í partíið, kannski einhver stelpan eitthvað, því að stendur hér að Harry að skemmt sér alveg hressilega í Vegas og boðið hópi kvenna með sér upp á herbyggi. Það sem hann gisti í ásamt Fríðu föruneyti, en svo tók bara, fötina, tínasta fólki og þetta endaði í einhverju svona strip-biljard eins og stendur inn á The Sun og fleiri strip-leikjum. Þannig að það, sem sagt... Það er mynd af honum að vasast með stúlku, hún heldur nú á biljardkjöða, sko og hann snýr baki okkur og hann er alveg kviknakinn. Já, og þínu formistrakkurinn, ef það huggar hann eitthvað? Já, ég minna, hann þarf ekkert að skamma sín. Nei, þetta væri ekki til að vera bara í þessu, vera bara prins. Jú. Og vera bara í Vegas að leika þér. Allsber að spila biljard. Já, þetta er eitthvað sem maður þarf bara að prófa næstur maður fyrir þarna. Já, ég reyndar aldrei komið til Vegas en... Naked pool. Já, þetta er bara þetta er óskalistunum. Þetta er eitthvað sem maður prófa næstur maður kíkir. Svo er ég með meira slúðrandar, en þú þekkir söngurinn Avril Lavigne, eða ekki? Jú, nei, ég þekki hann ekki, ég veit hvað það er. She was a scary boy, I said she later boy, he wasn't good enough. I kissed that girl and I liked it. Nei, það er Katy Perry. Ok, en allavega Avril Lavigne sem er vinsæl söngkona og ég held að flestir okkar hlustendur kannast við hana. Hún er búin að trúlofa sig og er að fara að giftast söngvara Nickelback Chad Kroeger sem að hefur nú að mínum að oft verið svona einn hallarastlegasti rockari sem til er. Já, hann er frá Kanada, alveg hrikalega hallarastlegur og já, tónlistin ekki skárið en útlitið á honum, en þau eru búin að vera saman núna í 6 mánuði og eru vist það hamingjusum að þau ætla bara að gifta sig. Já, hérna. En fjölskyldur þeirra beggja er í skíjónum yfir þessu. Já, ég skal trúa því. Já, hann er reynda Chad Kroeger, sá lúði er reynda 10 árum eldri en hún.
Hann er 37 ára og hún 27 ára, sem er svo sem engin munur þegar að koma á þennan aldur. Nei, það er alveg rétt í þér. En þetta verður hins vegar ekki fyrsta brúðkaup hennar Avril Lavigne, því að hún giftist trommaranum í, hvað heitir hann hljómsveitin aftur, hann var hann í einhverju bandi Sum 41, Derek Whibley. Derek Whibley, já. Já, þau voru saman og giftu sig, þannig að hún virðist einhvern veginn ekki geta orðið ástfangin nema bara að gifta sig. Já, ég meina, sitt sínskörjum og fólk verður að hafa þetta eins og það vill. Það ég haldi. Þannig að við vindum okkur að því sögðu yfir í næsta slúður. Já, það er síðasta slúður dagsins og eitthvað sem vakti athygli mína því að ég var virkilega hrifinn af fyrri myndinni, það var, sástu myndina Kick-Ass? Já, ég sá hana. Já, og hrikalega góð mynd. Gaman, mjög góð. Eitt svona óvæntasti smellir sem ég hef farið á í bíó. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara á, ég held þetta væri bara eitthvað svona viðbjöður. Svo var hún bara algjör snilld. Og hann léka mitt í hennar Nicolas Cage. En nú er talið ansi líklegt að Jim Carrey taki að sér eitt af aðalhlutverkunum í Kick-Ass 2 sem er á leiðinni. Já, hérna. Og verði þá einn af þessum ofurhetjum eða hvað sem þetta kallaðist nú hann. Þið besta mál. Já, þetta var slúður dagsins. Gott slúður, Harry Bretaprins stendur upp úr. Já, vissulega. Maður sem kann að skemmta sér. Og þessar myndir á honum, þetta er eitthvað sem ég held að drottningin eða ammans verði ekkert allt á skotinni. Já, maður veit ekki. Nei, þetta er, þú veist, ok, sérðu samt handgreið, hann er þarna, þetta telst skandall í hans lífi. Það menna, ég og þú erum búin að fá borga fyrir þetta í 10 ár. Já. Ég stóð svona í lobbyun á hóteli í Boston og það átti að handtaka mig, manstu. Alveg rétt, maður. Svo var mamma mín að horfa á þetta og spurði mig bara hvernig væri no. Já. Mamma hinn? Já, mamma þegar hún sá þetta aðri. Já, hvenær er no. Já, þegar ég var nakin hérna í mötunendun í lobbyun í Boston. Já. Og var enda skítrættur af því að það átti að handtaka mig. Nekt er bara geðvikt vesen í Bandaríkjunum. Já. Við erum miklu vannari því að vera hérna bara í Evrópu og fólk er svona meira opið gagvart þessu þar. Já, en mömmu fannst þetta ekki. Ekki? Nei, hún hefur kúptir allt sem ég hef gert en henni fannst svona bara, veit ég, hvenær er no, svona, þú veist. Vera nakin hann í einhver lobby og var ekkert alltaf skotin í því. Nei. Hún vissi líka að þetta var vesen. Manstu ekki, ég hljóp út með fötin og þið tóku töskuna mína og þetta var bara vittur. Þetta var úgeðslega gaman. Ég held bara ég var ekkert að fara að fljúa með einhver heim. Þetta var svo gaman. Það var stuð, þetta var slúðurpakki dagsins og næsta lag er nú bara tileinkað, Harry Bretaprins. Ég held að hann hugsa svolítið bara eins og Bieber. Hann þarf að skemmta sér í kvöld. Bieber og Far East Movement, Live My Life. Óskala fyrir Harry Bretaprins. Sem er örugglega einhverjum þingubömmur þessa dagana. Held þetta sé ekki ræsandi. Blessaða kallinn. Já, hann jafna sig nú á þessu, hann er prins. Já, þetta er ekki einn maður. Nei, það eru búin að gleyma sér eftir ár. Já. Hann var góður maður sem sagði mig einhvern maður þegar ég var að bögga maður ykkur sem skipti einhverjum máli að ég er búin að gleyma eftir ár, það var dagsætt hjá hann. Já, var það? Já. Manstu ekki einu sinni hvað það er nú? Nei, mann ekki lengur einu sinni. Nei, annars er það. Það var reyndar ekki nektarmyndir allt netið en það er reyndar mjög létt að nálgast þær, þú veist, þetta er bara að fara á þáttinu okkar, sko. Já. Einhvern gaman þátt. Já. En við, Pétur, það styttist hér í Tong vin okkar. Tong er að fara að ringja, litli Asíubúinn okkar, að fara að ringja til, Færeyja. Svo erum við líka með, skemmtilegt dæmið sem við ætlum að ringja og sækjum störf sem útlendingar sem eru lélegir í ensku. Því að, samkvæmt auglýsingum í Fréttablaðinu í dag þarf það að vera mjög góður í ensku til þess að fá vinnu hérna á Íslandi. Við skulum sjá hvernig það gengur eftir. En það styttist líka í karaoke og ég var að spæja að opna fyrir síman. Það er 511-0957. Fá tillögur að lögum hér. Já, því að þetta hefur verið svona síðustu vikur hjá okkur. Þá settið ég hendurnar á hlustendum og það hefur eiginlega alltaf verið skemmtilegra. Þau hafa komið svona skemmtilegri lög. Já, við erum vonlausir. Heldur en við vorum að setja. Þannig að nú er að gera að hringja bara í 511-0957 ef að þið eru með einhver óskalög. Ert þú með eitthvað óskalag sjálfur, Pési? Ég verð að viðurkenna það, nei. Nei, það er ekkert eitthvað lag sem þið langar að syngja meira en annað. Nei, það var eitthvað lag um daginn og svo er ég búinn að stenggleyma þeim þar. Já, ok. Þá skulum við bara setja þetta í hendur á hlustendum. FM, góðan daginn, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Ég veit til að heyra One More Night með Maroon 5. One More Night með Maroon 5, ok. Já, hvernig er það? Það er eitthvað flott lag bara. Já, er það þarna One More Night? Give me just a one more night. Nei. Það er Phil Collins. Það er ekki Maroon 5. Það er ekki það. Ok. Það er komið að blaða alltaf. Jep. Ok, takk. Takk fyrir. Við erum að velja hérna karaoke-lög 511-0957 og hvað verður þú til að heyra? Góðan daginn, ég er með eitthvað Pétur. Eitur í Pissa, ok. Þetta er alveg... Ertu ekki góður í frönskunni? Ertu bara með ensklög? Já, við erum bara með ensklög nefnilega. Við vitum maður, það var flott að heyra syngja hérna Sjutem með mannstu. Já, Sjutem. Já, reyndar það. En Let's Go Crazy, Prins.
Prince, ok. Let's go crazy Prince. Já, herri, hann komin á blað. Nó, herri, þakkaði kærlega fyrir þetta. Takk kærlega, unnur. Ok, við erum að velja alveg með þetta á hreinu þessi. Já, fáum næsta. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Uprising með Muse. Það þetta grjótarslag. Uprising með Muse? Já. Það ógeðslega erfitt. Já. Það ekki? Ég held að séu ekkert margir á Íslandi sem getur sungið Muse-lög, sko. Ötti blöð getið það? Nei, þið getur alltaf að lesa textan. Nú, já. P.S. fyrir Uprising. Þakkaði kærlega fyrir það, vinnu minn. Takk fyrir að hringja. Gat nú vera, hann skildi nefna mig í þessu sambandi. Já, það skemmtilegt að það svona rocklög. Þú ert svo góður rocksöngari. Nei, mitt. Herru, hvað verður þú til að heyra? Long as you love me með Justin Bieber. Justin Bieber, As long as you love me. Já, það er komið á blað. Ok, ég skal syngja, ok. Rosalegt bergmál hana. As long as you love me með Bieber, tökum svona 3 yfirbót. Hvað verður þú til að heyra? Eru þið bara að gera ennsklu? Já. Ég var að láta ykkur gera startu. Já, það hefur verið gaman. Við erum bara að gefa með það í karaoke-græðin okkar, því miður. Ok. Ertu ekkert ennslag sem þú verður til að heyra? Nei, ok, en takk fyrir að ringja samt. Ok, bye. Tökum 2 yfirbót. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-un eftir? Mér langar Michael Jackson, Rock With You. Rock With You, reynda verið grjótart að taka loksins Jackson. Já, nákvæmlega. Ég hef nú sagt að þessum þætti áður, ég varð mér eins og til skammar með Michael Jackson, sko. Því að þá munið eftir útastöðinu sem heit Stjarnan. Þá voru þau einhvern veginn að halda svona karaoke-keppni. Og ég var nýkominn frá Sauðárkróki og ég get dansað eins og Jackson, sko. Og ég skráði mig í karaoke-keppni til þess að reyna að vinna einhverju utanlandsferð fyrir 2. Og ætlaði sem sagt að svona tear the roof down með að dansa Jackson nema það. Ég tók Beat It og byrjaði að dansa og það var rosa stemning og fólk stóð upp og ég kastaði glimmeri og moonwalkaði og svona og kom í geðveikstemming. Nema það svo náttúrulega kann ég ekkert að syngja og Beat It með erfiðari lögum sem hún syngur. Hvað það að dansa í 50 sekundur og þetta var martru. Svo var allir bara svona sestir og fólk byrjaði að tala saman og ég var ennþá að klára lagið og ég kláraði ekki eins og ég vissi bara að þetta var dautt. Fóð bara svo úr Jackson-fötunum mínum og rölt út. Það er þess vegna sem að þú ætlar að taka Jackson á eftir. Við skoðum það. Við setjum alltaf á blaðið þetta. Ok, takk fyrir. Bæm. Karl Grey búinn að hanga á línu við að röfla eitthvað. Ég glimta. Kannski er hann með frelsi og frelsi búið bara. Já, sættin. Larsson, útveiklimestari. Hvernig ertu? Herru, ég er ljómandi góður en þú. Fíla, herru, þið erum brattir eitthvað strákandi maður. You wanna play some song for me? Já, hvaða lag verður til í? Gangnam Style. Hvað segir það? Djöfull er hann hress þessi. Já, þessi er bara á miðvikuti. Mér heyrist að vera nokkri saman. Þetta Peter Johan. You want a sexy time? Sick Fusion. Yeah. Það er leita hér. Já, það er komið á lagi þeirra. Já, hvaða lag var hann með? Það var Gangnam Style, ég veit hvað það er. Það er síðasti, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Ég er með eitt grjótarans með hérna. Og hvað er með það? Internet killed the videostar með The Limousines. Internet killed, ok. Með hljómsveitinni The Limousines. Já, ef það er til hérna, þá skoðum við það. Með Limousines. Takk ráðinur. Ok, bye. Ég hef aldrei heyrt þetta lag. Það eru komin, nokkur lög á blað. Nú förum við aðeins yfir þetta. Það styttist hér í Tong vinn okkar. Þeir voru nú að reyna að aðbenga eftir Tong hann að strákanir. Já. En fáum fyrst... Gerðu það bara vel. Já, fáum fyrst svona uppáhaldslæði mitt á stöðinni í dag. Það er föstudagslæði síðan síðasta föstudag. Too Late með Sösa. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. You're terminating your dreams. The Expendables 2, komin í bíó. Já, hæ, ég heiti Gossi og ég er alkoholisti. Ég dansa það af mér. Þátturinn sem allir hafa beðið eftir snýr aftur. Steindin okkar, ný þáttaröð hefur göngu sína með Kvelli á 50daginn á Stöð 2. Stöð 2, skemmtilegri. Það eru Doritos og Profit sem færa þér Steindan okkar á Stöð 2.
FM 957 Við erum hér í Fanta-formi, strákarnir. Það kom svolítið aftan að manni þarna, maður. Já. Ég hafði ekki hugmynd sko, hvað... Þið illa við það? Má láta koma aftan að þér? Já, við hingað til að kunna ágætlega við hann reyndar. Já. En þarna, þetta kom svolítið svona aftan að mér og flatt upp á mig í rauninni. Ég skil þig. Og það tvent saman, aftan að manni og flatt upp á mann. Það ekki gott, blöð. Það ekki góð blanda. Nei. En við ætlum að fara hér í atkeppni, eins og við gerum stundu strákarnir. Og já, atið á að vera viðbjöður. Veistu hvernig maður segir atkeppni á ensku? Nei. Aid in a competition. Aid competition? Já. Ok. En áfram höldum við hér. Já, og herru, þú varst með einhverja nýja hugmynd, eða hvað? Að tala eins og þegar þú ert að tala við krakkaðinn? Já, bara, þú veist, nú væri náttúrulega, lag fyrir mig að fara bara SSU? Já, SSU, þú ert að gamli froskurinn. Já, ég var að fatta það bara núna. En ég var ekki þangað sem ég vildi fara, sko. Ok. Ég vildi fara bara í svona... Og... Hvað þetta ekki, ekki svona, þú veist, ef að svarar ykkur. Halló? Þetta er Lili Gáku pappa sinn. Já, tala bara svo séu, tala við lítið bann. Hvað er það að gera núna, Lili? Koma í dæltu núna. Og eitthvað svona, skilur. Ok, prófum þetta. Ég ætla að hringja hér, ég skal byrja í bakari í Sandholt. Skal tjekka eins á þeim. Og panta snúða þar, eitthvað? Já, bara og tala. Er ég líka að fara að ringja í bakari? Já, alveg eins. Ok. Það er okkur eins með bakari núna. Sandholt? Er þetta lille snóri minn? Fyrir Ég ætla að panta að höra lítinn snúð, lille snóri minn. Lilla krúsi. Já, það. Hei, maður. Þessi var feskum, maður. Þetta var svakalegt. Þú ert búinn að rústa þessu. Ég þarf ekki að taka þetta sýndan. Ekki langt sýndalega mér. Þetta er bara lille snúri minn. Þetta er lille snóri minn. Það var ekki stöður. Hvað var þetta, maður? Ég veit þið. Hvernig talaði þetta svona? Þetta er lille snóri minn. Þetta er lille snóri minn. Hann var ekki stöði. Það var bara að koma að þér. Ringd aftur í hann, maður. Aftur? Já, bara fyrir mann aðeins. Það er alltaf gaman. Þetta er lille... Akkur þetta henga. Já, ég segi að það verið skellt á. Og þetta skellt á lilla pappa sinn? Já. Eitthvað svona? Sandholt? Já, lille múrist verið að skella lille pappa sinn. Halló? Já, var lille múrist að skella lille pappa sinn. Fyrir ekki hérna, heyrið svo illa í þér. Er lille hnóðri hana? Einu svona enn. Var lille múrist að skella lille pappa sinn? Hvað er lille hnóðri? Fyrir ekki hérna, hver er þetta? Ég ætla að fá einn lille snú. Halló? Hæ. Hvað lægt? Þetta er ekki hægt. Það er bara lægt á þig, maður. Já. Þeir leggja bara á þig. En samt sko, hann vildi greinlega ekki svara mér aftur inn í bakariðinu. Þeir krýpa þig út. Nei, og hann sendi mér þarna eitthvað þeir senduðu mig eitthvað þarna bakarið, heyrður það? Já, einhvern annan. Já, ég var komin inn í bakarið þar sem við verðum að baka og svona heldur. Já. Þetta var ekki þarna fram í afgreiðslunum. Halló. Herðu, ég ætla að láta þið tala við bakarið þarna á Siglufirði. Ok. Ég ljóta nú að vera þessir. Já. Stundin. Já. Ok, þannig að þetta er bara, já. Bakari? Þetta lille bakari er lille Gáku pappi Gans. Hæ? Þetta lille bakari er lille Gáku pappi Gans. Ég gera núna. Hvernig gera núna þetta baka lille snúði þetta lille pappi sann? Halló? Halló? Hvað það gera? Ég er bara ekkert að gera, blessaður. Þetta er baka lille snúðin handa lille Gáki sínum. Heyrðu. Ættingin er núna lille. Kannski bara rungin í rúnstík handa lille pappi sann. Hérna bökku allt milli heimis og jarðar. Hver er að bulla núna í mig? Já, þessi upp og lítið það lille baka, lille snúðin handa allt er fólki sem er úti núna. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Það veit allir hvað ég heiti, sko. Nú, hvað heitir þið? Hvað heitir Perri lille pappi sín? Ég er höfuðbakarísins, þannig að það er bara eitt sem ræður. Hvað heitir þú? Þetta er stóri bakarinn. Stóri bakarinn pappi hans. Stóri bakarinn, já. Stóri bakarinn að keira bílinn að það snúða hann að keira til pappa síns. Halló. Já, Ég þarf að fá okkur betra þetta. Svo duglegur að baka við í pappa sinn. Já. Halló. Er þetta lille Perri lille bakari? Hver er að grilla? Þetta er bara að grilla handa pappa sinn.
Já, ég var að skella það. Lagði þú á? Ég lagði það á hann. Ok, hann var ekkert að fara nýtt. Nei, þetta er svona sigluverið, menn hafa ekkert annað að gera en að spjalla bara. Já, nákvæmlega. Hann var samfæður að þetta væri bara eitthvað vinnu hans. Já, í hinu bakaríinu, þá bara hafa skellt á mig til 10 sekundur. Nei, svo ringir maður á svona eðalstæðin svo siglufjörð. Já, blessa. Já, hver er þetta? Hver er það fýblast í mér núna? Hann hafði nægan tíma. Ég verði að fá eitthvað meira en þetta hjá þér. En þetta var, öd með barnarödd. Já, þetta var engin keppni. Nei, þetta er bara vitleysa. Við reynum ofta að bara setja eitthvað nafn á þetta. Þetta var bara rugl. Já, við erum bara einfaldi menn og við fýlum einfalda. Við þurfum ekki meira. Sólskin hér í FM 95 Blö. Íslenskt, já takk. Eins og Ásgeir Kolbeins og Jón Gunnar Gerdal myndi segja. Þeir sætu hérna í stúdíónu. Íslenskt, já takk. Þeir eru ekki hérna? Nei, við sittum hérna ég og Pétur Jón Sigfússon og hingað er líka mættur gullfallegur gestur sem heitir Þórunn Antonía. Þórunn Antonía, velkomin. Takk hérlega fyrir. Hvað segirðu gott? Ég er rosalega hress bara, en þið? Við erum fergið, þú ert bara eitthvað hverju viku núna, varst með mér á föstudaginn. Já, ég er bara stólkurinn þinn. Ég er bara að mæta alltaf hérna. Það er endur alveg hægt að finna að vera stólkar svo sem. Það styttist í karaoke-keppnina hjá okkur Pétri og Tong. Já. Það var verið að spyrja mig hérna á Twitterinn hvað var í langt í Tong. Hann kemur hérna eftir öskamastund og hann er að fara hingað til Færeyja. Já. Þannig að ekki missa því. En Þórunn, þú ert að fara að halda núna útgáfutónleika, eða ekki? Já, ég er að fara að halda útgáfutónleika og forsýningu á myndbandinu mínu við So High. Á Dolly, nýja skemmtistanum minna Dóritaki Fúsa í Hafnarstræti 4. Já. Klukkan 9 á föstudagskvöldið og það er frítt inn og þetta er í partíbúðið Smirnoff, þannig að það verður... Dolly, var það ekki hérna sem var klónað á sínum tíma? Jú, það var einmitt hérna kindin Dolly sem klónuð. Einmitt. Já. Nú er ég að sína hlustendum hvað ég er actually lesin. En þetta er ekki, ég held að nafnið komi nú ekki frá henni, ég held að það sé frá Dolly Parton. Já, auðvitað, hvernig læti ég. Já, ég tengdi þetta beint við Dolly Parton. Já. Mjög gott hjá þér að tengja þetta við kindina Dolly. Það er frábært. Já, þegar ég heyri Dolly þá byrja ég ekki að hugsa um Dolly Parton. Hún á nefnilega annan stað sem heitir Jolene í Kaupmannahöfn, Dóra. Já, ok, hún er að leika svolítið með þetta allt. Já. Er hún bara, þú veist, að færa át kvíarnar? Hún er að færa kvíarnar. Veður hún í seðlum bara, hún Dóri taka fósa eða? Það er málið. Ég veit það nú ekki. Hún er grjótbyrð businesskona. Já, ég menna þeir sletta skýrun sem eiga, hún er komið staðið bara alla Evrópu. Já, og hvenær byrjar veislan? Herri, hún byrjar kl. 9. 9, ok. Og já, þetta er annað vídeóði sem hún gerir af þessari plötu, ekki? Jú, mikið rétt. Hitta Too Late. Já. Ertu í spandexgala í þessu vídeói? Nei, þetta er ekki spandexgala vídeó. Það er hérna, kannski, já, það er, já, ekki jafn svona... Ekki jafn svæsið? Nei, en ég meina, En svæsið samt? Ég meina... Nei. Nei, það var eitthvað að rána þarna samt. Nei, ég fyrst leiki með maðurinu. Já. Þið séu á mig á nærbúrsunum, en þú veist, ekkert á framfengin hátt. Já, þú ert bara svona að lappa á nærbúrsunum. Nei, auðvitað, þetta er náttúrulega bara þú og röltum á nærjum í sleik og eitthvað, en þetta er samt ekki á neitt svona... Ekkert hvæsið samt. Þetta er vola falleg ástasaga. Já, er það? Myndbandið er ástasaga. Já, þetta er svona, kemur fólki gott skap og lætur að brosa. Já, þú ætlar frumsýna það þarna á föstudagskvöldi. Já. Ásamt því að vera með tónleikað, ekki? Einmitt. Ég og hérna Davíð Berntsen og Friðfinnur Okkilus munum svo spila fyrir ykkur plötuna og flytja fyrir ykkur plötuna og... Í heilsinni? Í heilsinni, já. Hvað kostar inn? Það kostar ekki neitt inn. Það er ekkert annað. Það er frítt inn á Dolly. Ókeypis á Dolly í Hafnarstræti 4 kl. 9 á föstudaginn. Glæsilegt, við hvetjum alla til að mæta þangað. Pési, ég verð í Noregi, þú kannski kíkir. Já. Og það verður óvæntur glæningur fyrir það sem að mæta í spandexskólum. Það verður annað. Já. Pétur áreittar spandexskóla. Já, ég á nóa þess. Hann fer í hann þegar hann vil hætta með konunum sínum. Já, en maður er búinn að fá nóða og er búinn að skella í mér í gallan. Það þarf ég ekki að segja neitt. Þá er hún farið. Það er bara að snúa þér við. Já. En við bara óskum þér alls í besta, Þórunn. Og ég sendi Pétur, fyrir okkar höndin í FM 95 Blöð á þessa tónleika. Já. Við ætlum að fá hér Outlandis núna með Warrior og svo er það, bæði Tong og við ætlum að hringja og sækja vinnur sem lélegir útlendingabjössi. Þetta til. Brjálega að gera. Það er svo þétt dagskrá ykkur núna, en við verðum alveg til 6. Alveg? Alveg til 6. Segðu konunin að byrja alltaf aðeins seinna núna. Ok. What are we to do? Með Warrior. Klukkan að verða 5 þennan miðvikudaginn og ertu ekki ennþá góður, Pési? Þetta er, jú, allur að koma til. Já, þið líður vel? Já, bara rosa vel maður. Já. Þetta er allt svona einhvern veginn að svona blessast, sko. Já. Það byrjaði illa og fór hægt af stað, en... Nú? Hjá mér? Hjá þér, dagurinn?
Nei, bara núna, hérna, vaktinn, 4-6, hérna með þér. Þú ert búin að fara að kostum alveg frá byrjun. Það var svo mikil værið yfir mér. Já, það var eitthvað værið þér. Þú heldur núna kaffi og... Já, nú er ég búin að keyra þetta í gang. Já, og það, stýttist þér í tong og karaoke og sturlaðar staðreyndir, en við vorum að hugsa núna að... Ef við ekki hringja og stríða fólki sem að auglýsa eftir, starfskraftum. Jú. Og því að við erum með 2 auglýsingar hérna í Fréttablaðinu, beint eru saman okkur við Pétur. Önnur er frá Mokka og hinn frá Safran. Og hér og nánast á öllum stöðum þar sem hefur auglýst eftir fólki í vinnu, þá er talað að íslenska sé æskileg. Og ef að fólk talar ekki íslensku þá þurfa að tala mjög góða ensku. Mér finnst mjög svona, mér finnst þetta svolítið astnægilega orðað. Já. Ef þú kannt ekki íslensku þá er eins og þú sétt bara fáránlega góður í ensku, annars er þetta ekkert að fara að vinna hérna. Já. Og, þetta eru kröfur. Þetta eru kröfur og við ætlum að tekka þess á þessu PC. Hvort vilt þú hringja á Safran eða á Mokka? Safran. Safran, ok. Þá tek ég Mokka og finna hérna er auglýsingin og maður þarf vist að kunna góða ensku þar og við skulum að heyra hérna eins prófum að hringi í Mokka. Mokka kaffi? Yes, hello? Hello? I work. Sorry? I work. You need a worker? Do I need a worker? You would have to come and fill out some papers. I fill out, where do I fill out the paper? Yeah, you come to Mokka. Okay. How much you pay? 1,400 per hour. Okay, can I start work today? No. Tomorrow? Because we have plenty of people now. I work now? Yes. You want me to work now? No. We have people now. Okay, I can come now and work. No. You cannot. I cannot get work. No, because we have people here. Okay, my friend, you advertise in the paper. Yeah, but you have to wait. Maybe. I'm a waiter. Maybe 2 weeks. I work for only 2 weeks. No. No job. Okay, listen. Today? I work today. No, not you. We work today. Okay. There is plenty of people today. There are many people inside drinking coffee? No, working. Working? Yes. You don't need me work? Not today. Tomorrow? No. Maybe in September. I work in September? Maybe. Do you speak Icelandic? No Icelandic. No, we have to speak Icelandic. You don't get any people from other countries in your coffee shop? I don't know. I don't own this place, but I think she wants... You own the place? No, I don't. You don't own the place? Another woman. Okay. I talked to wrong woman. Yes. So I come and fill out paper and work for you in September. That is nice. Okay, bye. Okay, bye. Þetta var, hann var pólskur þessi. Já, ég veist það, ég var ekkert svona flakkabráð á milli. Á tímabili var hann franskur hjá mér, tímabili pólskur. Þessi var aðeinslu. Hvaða hreim ætla þú að vera? Þú ert náttúrulega að tala eins, þú ert að vera mjög lélegur í ensku. Já, ég bara fer eitthvað að svipaðar áttir. Býst ég við. Tekkum hérna að Pétur Jóhann ætlar að tekka á Safran og hér stendur orðrétt að þú ert að vera mjög góður í ensku til að fá vinnu þar. Safran Dalvi, augnablik. Get ég aðstæða? Yes. Work? Work? Yes. Are you looking for work? Yes. Can you call again in maybe 30 minutes? Yes, work. Yeah, can you call again later? Yes, I can cook. Yes, but the boss... Work. Yes, can you call again? Now? Yes. You have work? I don't know. You speak English? I speak English. Yes, you have work. I can work for you. I don't know, but can you call When again? can I come? Work for you. Can you call again in 30 minutes? I come now? If you can come and ask someone. Work? Can I come work? Maybe, I don't know. Now? No, I don't think now. Can you call again later? I don't understand.
When can I work for you? Can you call later? Why? Because I can't answer. I don't know if you can work. I can work. Yes, but I can't answer. Can you call again later? I come today? Do you? Yes, sure. Work? Maybe, I don't know. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. Work for you. Maybe. Thank you. Það var ekki mikið meira til að skemmta manni. Þetta svo mikið rugl, maður. Greiði fólki að lenda í þessu. Já, þetta svona, en þinn var svona eiginlega tregar en minn. Work. Þetta var vinnuþjálkur. Já. Hann vildi bara vinna og ekkert annað. En sér það voru báðar mjög almennilegar. Gríðarlega almennilegar. Já, og svona gaf okkur góðan séns. Work. I work. Við ætlum að fá hins vegar núna nýjasta lagið með Muse, það heitir Madness og nafnið á laginu vel við því að lagið í ruglinu og svo það sturlaða staðreyndir og líka karaoke og tong, það alltaf að gerast hjá okkur. Fáum smá Muse. Ekki flottari. Þetta nýjasta frá Muse og heitir Madness. En sko þetta verið mikill í spilun þessari stöð, annars verð ég illa svikinn. Hvernig þetta líka þetta segir? Kraftur í þessu. Já, þetta flott. Þetta einn besta hljómsveit heims í dag. Það ekkert mikið flóknara. Já. Það stýttist hér í karaoke og tong. Við ætlum fyrst að fá örstuð skilaboð og svo það karaokeið. FM 957 og Hátt 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Princess of China. Hvað segir þau? Ég ætla að segja þér að hlusta hér á Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon og við verðum með ykkur til 6 í dag. Heldur betur, sexy í dag. Við ætlum að vinda okkur í karaoke. Það rétt, að koma að karaoke-keppninu Ólu. Það alltaf að finna kvíði í maga og hjarta þegar við erum að fara í karaoke. Já, það sama hér. Því að ég á það til að eyðileggja lög fyrir hlustendum. Við eyðileggjum lög. Já, og það búið að velja lög dagsins. Já. Það annars vegar As Long As You Love Me sem nýjasta lag Justin Bieber. Ég ætla að reyna við það. Það nú spila oft hérna á stöðinni, þannig ég svona ætti að geta komið mér í gegn. Og þekkir þetta út og inn? Nei, ég segi það nú ekki alveg. Við lendum í smá vandræðum reyndar með hitt, mitt lag. Já, þú ætlaði að taka Purple Rain með Prince sem að beðið en svo var það hverki til, þannig að þú endaði reynda með grjótað lag sem heitir Hello með Lionel Richie. Já, ég vona að hlustendum sé sama. Já, það hefur verið beðið það áður, mástu. Það hefur verið beðið það áður og síðan líka sko voru fleiri lög þarna, meðal annars var beðið Muse. Já, það var ekki hægt að fá karaoke útgáfa af því. Nei. Og þetta var eitthvað svona snúið. Við lendum í bölvuðu klandri. Við erum búin að lenda þessu. Já, hvort vildur undan eða eftir og svo náttúrulega þekkja hlustendur reglur þegar við erum báðið búin að syngja í 1,5 mínútu og þá ringi í 511-0957 fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa kenni. Ok. Hvort vildur Vanalega hefur þú byrjað eða að breyta þig? Á ég að halda áfram bara að byrja. Mér er alveg saman sko. Já, ég skal bara að byrja þetta. Mér er oft fínt að vera bara búinn. Klára þetta. Herðu, ég fekk As Long As You Love Me með Justin Bieber og ætla að reyna það við hér. Reyna við það hérna. Ok. As long as you love me. We're under pressure. 7 billion people in the world. Tíminn kominn hjá mér. Vá, hvað það var flott maður. Ég ætla að lækka þessu og það strax. Þú hefur nú greinilega heyrt þetta lag nokkur sinnum. Þetta spila svolítið hérna á þessari stöð. Já, ég meina, hörur utan það. Þú lítur að hlusta á þetta mikið heima höfð. Nei. Hvað meinar þú? Þú horfðir ekki eins og skjáinn. Þú varst bara að horfa á mig með love me. As long as you love me. Ég sverða upp á líf mitt að ljúa. Hvað meinar þú? Ég sá því nokkur sinnum bara horfa á mig með. Ekki ljúa, ég var alltaf. Hvað er gæinn að grínast? Ég horfði alltaf á skjáinn. Það var ekki svo gott, en það er komið þess að Pétri, hann er með, nýrra, ekki af nýtt lag og þetta, hann er með hérna, skal ég ykkur segja, Hello með Lionel Richie. Já, þetta er eldra lag. Já, aðeins eldra. Aðeins eldra. En þeir eru báðir hjartaknúsar, þeir eiga það sammeðilegt. Já. Vittur ekki vel á það? Mér er til á það, ég er tilbúinn. Ok, þú til. Það bara sitt í gang. Ok.
Nei, þetta gengur ekki, næ. Sorry. Þetta er laginn sem þú varst með. Já, til. Heyrðu, en er ykkur svaka inngangur á því? Nei, það er bara þegar þú sér græna að byrja. Og byrja þetta. Ok. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see... Svo kunnur, ég hef aldrei séð þig halda textaða vel bara frá því byrjunni karaoke-keppninni, Pétur. Það er staðfest. Ég hef sungið þetta nokkur sinnum. Ég heyrði það. Já. Það er bara ég tek þetta alltaf í karaoke. Nei, ég er alveg. Það er bara náði í sigrun og svona, sko. Ég var bara heppinn, sko. Þetta er bara gæsáð performance hjá þér. Heyra í þér, maður, þú veist, þvæla er þetta. Ég er ekki að ljúga þér. Þetta var það sem ég kalla gæsáð performance. Þvílík snillt, maður. Það verður erfitt að vinna þetta, það er staðfest. Nei, látt ekki svona, maður. Þetta verður hörkeppni. Þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur, 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði. Lionel, vinnur. Karaoke-keppnina. Hver hlustar ekki á Lionel? Herru, það er FM, hver fær þitt atkvæði? Herru, þú varst mjög góður. Ok. En Pétur, hann var geðveik. Ég veit það bara, hann var rosalur. Ertu að grína? Ertu að grína? Og fær PC atkvæðið þitt? Hvað segir þið? Fær PC atkvæðið þitt? Já. Vel gett, Pétur. Takk fyrir það, menn. Herru, skýtur yfir. Já, skýtið, bæ. Herru, býttu hvað, sagði það? Já, þetta er grín í gangi. Ég endur oft hannig. Já, ok. Herru, það er 1-0 fyrir Pétri, hann var með Lionel Richie og með Justin Bieber, en hver fær þitt atkvæði? Það þú veitir. Djöfull með þig, maður. Það er enginn að segja mér að þú sér nú ekki búin að hlusta þetta nokkur sinnum í bæn. Ég vinn þetta á hverjum einasta degi og ég heldur í alveg, ég lofa þér að ég er meira að hlusta á nýja Muse-lagið þegar ég er heima hjá mér, er ekki að hlusta á nýja Justin Bieber-lagið. Ertu viss? Ég myndi aldrei Nei, emitt. Við höfum að trúa því. Trúa því, en ég takk fyrir aðkvæðin. Herru, já, takk fyrir þetta. Staðan er 1-1, maður. Það er spenni í þessu. FM 95 blökk, hver fær þitt atkvæði? Ég ætla að kjósa Pétur. Yeah! 2-0! Nei, 2-1. Ég hljópa þess á mig. Flottu Pétur. Herru, takk fyrir það. Þessi tók þetta líka flott, maður. Bara halló, ég ætla að kjósa Pétur. Herru, staðan er 2-1 fyrir Pésa. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Öddi. Djöfull fyrir ánægði með því, maður. Nei, ok, ekkert mál, ég skilur þig. Þetta var vel gert hjá þetta. Hvað er í þessu kaffiðinu, maður? Ég er bara eins og, nú er ég allur uppumpaður, sko. Já, þetta er, en takk kærlega fyrir atkvæði, hvað heitir þú? Arne Ingibjörg heiti ég. Arne Ingibjörg, takk aðeinslega fyrir að ringja. Takk kærlega fyrir þetta. Ok, 2-2, það er spenni í þessu, maður. Það er spenna, maður. Þetta voru stálinn stinn sem að mættust þér í dag. Að segja er eitt Pétur, núna, við höfum báðir oft verið verri, það er staðfest. Já, alveg 100%. Það er svo rétt í þau, blöð. Hver fær þitt atkvæði? Mér langar rosalega að kjósa nafna minn, en ég hann Pétur. En, ég veit ekki, mér finnst það svolítið ósvæðingandi að kjósa á svona nöfnum, ég ætla að kjósa þetta. Djöfull er ég ánægð með þig. Djöfull. Fórustu hérna. Ég hefði verið gæðið dánaður að vera kosið mig. Ég held að Utti kunni bara lagið utan á. Hann kunni það utan á, maður. Erðu, Pétur. Ég klikkaði þarna. Pétur horfði ekki á skjáin í Hello. Það er ekki rétt hjá þér. Ég held að hann sé bara að það var betra að syngja það heldur en sjálfur Bieber. Ég fer ekki svona. Það er vel gert hjá þér, Nú veit ég að stríða mér. Herru, takk fyrir að hringja. Ok, 3-2. Áttu erfitt með að telja. Já, ég er bara svo æstur, maður, slaka á. Það eru komið 5 atkvæði, þú ert búin að segja 2 við. Já. FM 95 blökk, hver fær þitt atkvæði? Auðun. Já, Auðun. Djöfull er ég ánægð með þig. Ég á skilin sigur hérna, sko. 4-3. Já, 4-2. Pétur, getur ekki. 4-2, er það? 4-2, ok. Takk fyrir þetta, maður. FM 95 blökk, hver fær þitt atkvæði? Pétur. Pétur, Pétur klálega, það er ekki balla. Hvað segirðu, hangir inni? Pétur. Já. Þú er að fara að dansa betur. Dansa betur? Pétur dansa betur í vetur. Já, ég dansa betur í vetur. Ný bók. Herru, takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Það er 4-3, ég trygg með sigur að ég gerði það hérna. FM 95 blökk, hver fær þitt rétt að línu, drengur. FM, halló? FM. Já, góðan dag. Sælir! Sælar. Hver fær stíð? Pétur fær þetta. Nei, maður. 4-4 hérna. Það myndi borga sinna, það er bara svolítið. Djöfull er þetta spennandi, maður. Það er úrslita atkvæði þetta næst. Takk fyrir þetta. Herru, bless. Ég trúi ekki, ég kom inn í 4-2, var að fara að tryggja mig sigur. Tekum hérna FM 95 blökk, hver fær þitt atkvæði? Halló? Halló?
FM, blöð, sælir. Þetta var úrslit atkvæði, hérna FM 95 blöð. Hver fær þitt atkvæði? Djöfull er þetta ósanngjarnt. Anskotin. Pétur. Já. Þú ert frændi minn. Ég er Það hlaut að vera eitthvað svona djöfisins kjaftaði. Frændans. Frænda kjaftaði, frænda atkvæði hérna. Herru, Pétur. Svo var líka í Bjarkalundi daginn. Nei, ert að grínast? Jú, ég er að grínast. Þið takkir gósi stundar í vetur. Ég er brjálaður núna. Takk fyrir atkvæði. Heyrið þið, frændi. Já. Bye. Ok, bye. 4, 5, fyrir staðan. Fyrir að þið fengið þitt atkvæði. Ötti, Munaði litlu. Heyrðu, þetta er alveg eins og síðast. Þú valdir réttu línuna síðast. FM 95 blöð, hver hafði fengið þitt atkvæði? Pétur, já, þetta er bara svona. FM 95 blöð, hver hafði fengið þitt atkvæði? Ötti, já. Þetta var jafnasta keppni. Þetta var svakalega jöfn keppni. Bara eins og borðtennis. Bang, 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 bang. Já, þetta var í rauninni eins og það. En blöð. Til hamingju með sigurinn, skítið. Takk fyrir það með þér. Þessi maður var að trúla. Komast í klikka form. Taktu þátt í 12 vikna lífstílsátakinu Þinn líkami, þinn lífstíl. Heildarverðmæti vinninga er yfir 1 milljón króna. Skráðu því núna á thinnlíkami.is. Jójó ís er 2 ára. Engin ís dýrari en 699 krónur út ágúst. Jójó ís Nýbílavegi og Snorrabraut. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. You're terminated in your dreams. The Expendables 2. Komin í bíó. Horfðu á þig. Ættu þú að líta svona út í vetur? Fjarðarlun.is. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957. Verið spilað oftar en eins og oftar en tvisvar í þessum þætti. Why I Love You með Jay-Z. Þegar ég var að byrja með hennar þátt fyrir 10 mánuði síðan, 9 mánuði síðan, þá spilaði ég þetta einhverjum einasta þætti í svona 2 mánuði held ég. Já. Ekki spilað núna í smá tíma. Nei, en ég meina, fínt lag. Já, stórkostlega. Ég er allavega ekki komið leið á það. Ertu búin að vera svona lengi með þáttinn? 10 mánuður konið maður. Þetta er alveg með ólíkið. Svo, þú veist, þegar koma 12 mánuður, það er ár, þá eru ársammali. Já, við höldum ammali hérna, það er alveg staðfest. Jú, bjóðum öllum hlustendum og búum til eitthvað húlum hæ. Vá. Já, eins árs. Hvað ætlar að halda það? Perlunni? Bara heima eða eitthvað. Heima á þér? Nei, það er bara hérna niðri í kjallaranum. Öllum hlustendum heim til þín? Já. Mér er ekki vænt alla mína hlustendur. Það væri úgeðslega gaman maður. Já. Grillpartí heima á blöð. Já, eða hérna niðri. Það væri líka stuð að vera bara hér niðri vinnu. Þá þarf ég ekki að taka til eftir það náttúrulega. Hérna niðri hvar? Já, bara hér. Bara hérna? Þú veist, rýminu. Já. Já. Tala við Pálma á. Það er enda 2 mánuðir það, ég höldum partí. Já, það er kannski, þá er það í október og ekki þetta að vera að grilla. Nei, það er enda alveg þetta að grilla það. En þá er það bara með fisk og kartöflur. Bara upp á gamla mátan. Já, við finnum bara því, Pétur. Það er eins og komið hérna sturlaða staðrendur. Ertu til? Ég er tilbúin í sturlaða staðrendir, sorry. Ég er að komast inn í sturlaða staðrendir. Já, rifjum okkur í sturlaða staðrendir hér í blöð. Já, herri, ég ætla að byrja hérna á fyrstu. Örvhentir deyja 9 árum fyrr að meðaltali heldur rétthentir. 9 mánuðum? Já. 9 mánuðum fyrr? 9 árum fyrr. 9 árum? Já. Sem segir okkur að við, og samkvæmt þess að þetta er svepp að deyja 9 árum á undan okkur, strákunum. Já, þú náttúrulega deyta á undan okkur. Ég er löngu döðum. Já. Þetta er algjörlega með ólíkitum, þetta er svaðaleg staðrend. Hún er störluð. Þú varst fertugur í sumar, sem þið ekki? Jú, auðun. Já. Herru, svara næsta. Hvað er þetta að taka svona utan um það? Bara spurði ég að þig. Það er bara eins og döðin sé bara hérna að handa við hotnið. Nei. Kallin er alveg fyrir á flammið. Herru, ég hef bara aldrei séð þið líta jafnvel út. Sæli. Það er bara þannig. Rólu. Svara næsta. Í Samoa. Í Samoa. Sem er land. Já, í Samoa. Er það glæpur að gleyma afmæli konu sinnar og þú ert annarkvæmt að sitja inni eða að taka refsingu? Þú gleymir afmæli konunni? Já, þetta er bara eitthvað sem við hefum að taka upp á Íslandi líka. Já. Það er bara svona, ef þú gleymir afmæli á konunni þá er það bara glæpur. Ég myndi til dæmis aldrei gleyma afmæli konu minna því ég er mesta afmælisbarn sem að fyrir finnst held ég á þessum klaka. Já, þú ert svakalur afmælistrók. Það er að því að mér finnst sko, þetta er einu svona ári og fólk á að fagna þessum tímum út einhvern veginn. Já. Það er bara, ég hef alltaf gert það og mun alltaf gera það. Þetta er bara þinn dagur, þú áttan. Já. Bara gerð það sem þú vilt. Smæn. Já, ég bara borða allt sem ég langar í og... Manstu þegar þú komst og náðir í mig þegar ég var einu sinni, þegar ég var 35. Já.
35 ára afmælinu mínu. Þá planaði ég surprise party fyrir þig og sótti þið á rútu. Já, sótti mig fullt af liði. Bláa lónið. Hvað segirðu? Bláa lónið og svona. Já, þetta var rosa. Það var gaman. Takk fyrir það, maður. Það var nú lítið. Ég lifi lengi á því. Já, lítið. Góður dagur. Já, góður dagur. Halda áfram með sturlaða staðreyndir. Svona gera sanni vinir. Já, það er hárrétt þér. Já. Eyrnasneplarnir eru í línu við gervöttuna hennar. Sturlu staðreind. Eyrnasneplar eru í línu. Já, sérðu, ég tekka á þess að hann. Sérðu, hérna er eyrnasneplinn minn og hérna er gervarta mín. Þannig að þetta er í beinni línu. Þetta er magna. Er þetta ekki líka svona hjá þér? Jú. Núna, ef að þið eru stödd á rauðu ljósi eða sitið eitthvað starf, tekkið á þessu. Snepillin á okkur er í línu við gervöttuna. Sturlu staðreind. Og eina mínum uppáhalds. Klípið aðeins í gervörturnar af okkur. Nei, tjók. Heyrðu, ok, næsta. Hungur, þorsti og gretta eru öll á sama stað í heilunum. Sturlu staðreind. Hungur, þorsti og gretta. Já. Þetta helst oft í hendur. Já, þetta er ofta líka. Það er ofta líka græður og svangur og... Já, þetta er sko, ég get orðið geðveikur þegar ég er svangur. Og ég er þyrstur, orðið ruglaður og hvað þá með grætuna. Svo er það næsta. Því meira sem krakkar éta af nammi og rusli því ofbeldisneyðari verða í framtíðinni. Sturlu staðreind. Já, ég kaupi þessa. Þú ást svolítið að rusli sem krakki ekki. Það var ekki til neitt ruslfæði þegar ég var krakki með. Nei, góður punktur. Góður punktur. Það var bara eina ruslfæði sem það til var, þú veist, gömlu, sko, tommaborgarannir. Já. Gömlu, sko. Nákvæmlega. Ekki bullan, skilur, þetta er bara... Og Jón Bakan. Og Jón Bakan, já. Já, hann var það ekki. Nei. Næsta, Lindsay Lohan var búið að leika í Hangover en fannst handriti glatað og ákvað því að taka ekki hlutverkinu en Heather Graham stökk á það og legi henni. Gott hjá henni, Lindsay. Sturlustöður, nei. Jú, hún hefur nef fyrir þessu. Já, svona. Hrikalegt handrit og hrikaleg mynd. Sumum er bara ekki bjargandi. Nei. Herru, svo er það að næsta, meðalmaður eyðir árið af ævi sinni í að horfa á konur, Sturlustaðarind. Já, hún er líka bara rétt. Og þetta er líka örugglega bara besta árið af æviðinni. Það er fátt skemmtilegra heldur en að horfa á fallega konu. Já. Það er bara þannig. Já. Svo er það næsta, að klappa ketti lækkar blóðþrýsting, bæði hjá þér og kettinum. Nei. Jú. Hún er að klappa köttum þegar maður er eitthvað, þau eru nú lítill í sér. Það er ekki að kaupa það bara kött? Nei, ég myndi frekar að koma með hund. Ég er ekki katta. En þú færði ekkert lækkaðan blóðþrýsting á því? Nei, ég held að blóðþrýstingur minn sé bara í fínu lagi, sko. Já. Svo er það síðasta, Pumba í Lion King var svo fyrsti til að prumpa í teiknimynd. Sturlu staðarind. Nei, var það? Já, það hefði aldrei verið prumpa áður í teiknimynd áður en að Ekki einu sinni Tom og Jenny eða neitt? Mepp, ekki samkvæmt Sturlu staðarindum. Þetta er magna maður. Já, þá er þetta búið. Hver var svona upp á staðarindi einu dag, Pissi? Gervörturnar og eyrnasneplarnir. Já, mín líka. Í línu við hvert annað. Meðast hún mögnu. Og líka að klappa ketti. Og svo fannst mér 1 ár á æviðinni að horfa á konur. Já. Þetta er bara frábært. Já. Herru, við ætlum að fá 1 lag, svo er það Tong, vinnur okkar. Hann ætlar að ringja til Færeyja. Þetta Tong? Já. I'm here now. Hann er næstu svo. Ok, gaman að því. Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur á þessum, fallega miðviku degi. Það er komið að, manneskju, eða karakteri í þessa þætti sem er að verða, vinsæll og vinsælli. Já, þú bara, ég treysti þér fyrir því. Já, ég næði ekki alveg að fylgjast með þessu. Ég veit allt um það. Já. Og hann heitir Tong, þessi mikli snillingur. Og hann var að tala við pizzustað í síðustu viku. Og það sem að, hann er nú einu sinni hringt til Bandaríkjanna. Já. En sko, ég fór að hugsa, á síðasta þriðjudag, þá voru við sveppi að hringja í fólk í Færeyjum út af landsleiknum. Já. Og við hringdum á eitthvað kaffihús. Já. Ég hefur ekki að láta á Tong, hringja núna til Færeyja og er brjálaður af því að það er búið að stela hann í veskinu og hann fór bara á þetta kaffihús. Já. Þannig að hann er eiginlega strax pínu reiður af því að hann er komin heim til sín. Hann hlýtur bara að vera þarna. Já, hann ákvæmst er það þarna eða bara því var stólið inn á þessum stað. Já. Ok, ég ætla að hringja hérna, þetta heitir Kaffi Natúr og er í Færeyjum. Ok. Kaffi Natúr? Yeah, you speak English? Yes. Okay, I was in your coffee shop the other day, not yesterday, but the day before. Yeah? And I forgot a wallet. A wallet? Yes. What does it look like? It's a black wallet with no money, just a card inside. Yeah, okay, what's the name? What's the name? There's no name. No name on the card. What's Yes, on the card. Yes, of course. It's my name. Yeah, what's your name? Tong Monitor. What? Tong Monitor. All right. I'll go check. Can I please get your number so I can call you back? No, I'd like to wait online.
You're what? Yes, I want to wait. It must be there. Okay. It's the only coffee house I've been to, so it must be in the coffee house. Okay, I'll try and see. Wait a minute. Thank you. I'm sorry, I can't find the wallet anywhere. Did you look everywhere? I looked everywhere. It's the only place possible. I looked in hotel reception, I look outside the hotel. It's the only place possible. Okay, well, but... It must be there. There is a guy. But you take a long time to look for Wally. Yes, there's a guy that comes here and washes everything every morning. So he take it? No, and if he finds anything... Somebody must have taken my wallet. No, we don't steal here. What is your name? My name is Oda. Are you supervisor? Yes, I'm supervisor, yes. Can I speak to owner of place? It doesn't matter if you speak to the owner because the owner hasn't been here. Yes, somebody take my wallet. I want to speak to owner. Oh, look. Did you take my wallet? You can come down here. Maybe you took it. Maybe you don't want to tell me. Because you take my wallet. Your wallet. No, calm down. Did you take my wallet? No, I did not take your wallet. Are you sure? I'm very sure. What about the cook or the people in the kitchen? Are you sure you've called the right place? Yes, I know. Don't you think I know what I'm doing? I'm sorry, but you can come down here and I can try and help you. Do you want that? I will come. If I come later today. Yes. With my mother, children. Yes. Can I get a free meal? A free meal? Yes, because a wallet. You lost my wallet. I don't have money to buy a meal. I can't give you a free meal for losing your own wallet. Yes, I lost it in your place. Yes, but are you sure? Then you must give me free meal. It's not my fault. Please come down here and I'll try and help you before 5:30, okay? I get a free meal when I come. I can't give you a free meal, you know. Why not? I'm sorry, I can't give you a free meal, but I can try and help you find your wallet. No, I want a free meal. Otherwise, I don't come. Okay, but then don't come. I've tried to help you all I can, but... You don't want my business? You're too angry to talk to right now. I'm not angry. Why do you say I'm angry? Because you sound very angry. I speak like this. Okay. Are you telling me I'm angry? The way I speak. You make fun of me. No, I'm not making fun of you. Listen, if you give me your phone number... No, I want a free meal when I come down there. No. Otherwise, I never come and do business with you again. Never again. You hear me? Can you listen to me? Yes, I listen. Okay. I have loads of money. Yes, okay, listen. Loads of money. No, you don't want give me your phone number. Yes. I'm gonna try and have a really, really, really good look everywhere. No. I come down there and I will come to you. You hang up on me. Alveg takk um að því. Já, hún gafst upp af því að... Það er einhvern veginn kurteisir. Já, við verðum að gefa henni það. Já, gefum henni það. En Tong... Reiður að vanda. Já, auðvitað, búið að stela veskinu og hann átti bara að skila að fá frýtt að borða það. Svona að segja bara að tónnin í röddinn hans væri reiði. Svona tala. Hann tala bara svona. Shampoo frá Lee Stafford. Lee Stafford hárvörur sem fást í hagkaup og fjarðarkaupum. Hvernig væri að gera það sig og rífa af sér bumbuna? Kjartjólu.is. Fartölvurnar frá Samsung fást í BT. Samsung tryggir gæðin. BT tryggir verðið. BT Skeifunni og Glerártorgi. Skjótu! Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Kerfisfræði og netstjórnun. Hvað er það nú eiginlega? Og ITP. Það er ekki bara eitthvað rugl. Stígðu skrefið inn í nútíman og mótaðu framtíðina. ProMent býður upp á nám í netstjórnun og kerfisfræði svo þú getur orðið MCATP Microsoft sérfræðingur. Miklir atvinnumöguleikar og víða mjög góð laun í boði. Kynntu þér málið og skráðu þig á postlistan á proment.is. Þú gætir unnið námskeið að verðmæti 100.000 krónur. ProMent. Color Extreme hárlitaspray. Tafarlaus litur, engin skuldbinding. Fæst í krónunni, samkaup, nettó og fjarðarkaup. FM 9
Blö á FM 95. Líka skemmtun. Þetta búið að vera í lagi. Búið þéttu þáttur í okkur. Það verða þetta frá Við tókum bakaríið með barnaröndunum og sóttum vinnu sem lélegir í ensku. Við vorum með Tong hérna rétt áðan. Vorum í karaoke. Þórun Antoni að koma hérna og... Bara vel, þéttur og góð þáttur í okkur, strákar. Þetta búið að vera heiður að vera hérna með Rauðin Blöndal. Sömuleiðis elsku vinnur, alltaf er gaman að sjá þig. Sömuleiðis líka búið að vera heiður að vera með þér, kæri hlustandi. Já, og takk fyrir að stilla inn á okkur og þessa vitleysu. Já. Við erum alltaf þakkláttir fyrir það. Þetta er ekki síðan minn. Nei, þarna skeit ég, það styrkist í lægi á leiðinni heim. Við ætlum að enda á því meira þess. Skuldum með kassa bjór. Já, það er bara þannig. Það virkar þannig. Já, og... Lægi á leiðinni heim, já. Já, ég ætla að enda á því, lægin á leiðinni heim. Og það sem ég ætla að gera með þess að ég er búinn að pakka þetta saman því ég ætla að laupa sjálfur út í bíl þannig ég ná að hlusta það. Og við endum að þessu lagi. Ég minni á þáttin á morgun, það verður stórskemmtilegur þáttur. Það verður ég og Egill Einarsson sem er komin heim frá Benidorm. Ég verður með þáttinn á morgun, en svo hins vegar verður ég ekki með ykkur á föstudaginn, kæru hlustendur, en það verður einhverja skemmtilegir strákar hérna, í staðinn. Það er nú erfitt að feta í þín fótspor. Nei, ég held að sé nú létt. Já, svona allavega einn góðan föstudag. Það er alltaf, menn er alltaf í stuð á föstudum. Þannig að skiptir ykkur. En tveir harðir með ykkur á 50 degi á morgun þar sem að, ég er á leiðin til Noregs, veit ekki af hverju, Noregs. Er það ekki bara... Maður er að ferðast til land sem er dýrara og kaldara en Ísland. Það er ekkert kaldara, held ég. Víst. Heldur þú það? Ég hef alltaf sagt að Noregur er, ég hef allavega aldrei verið að huge fan. Orðað þannig. En tveir af mínum betri vinnum, Bóar, ég ætla bara að kíkja heim svo, hann var að kaupa nýtt íbúð eitthvað. Já, mér er stjórn á þetta, ég held að það verði gaman. Tjekka á þessu, en takk fyrir hlustun í dag og Pétur, takk fyrir komuna. Sömuleiðis. Við heimumst á morgun, kæri hlustandi, við ætlum enda þetta á laginu á leiðinni heim og það er eitt af mínum uppáls, Pixies, Hey! Hey! 12 vikna lífstílsátakið, þinn líkami, þinn lífstíl. Taktu þátt því að það er mikils að vinna. Heildarverðmæti vinninga er yfir 1 milljón króna. Kynntu málið inn á thinnlíkami.is. Nú er megavika Dominos og 2 litra kók fylgir frítt með fyrstu 750 pöntunum dagsins. Allar pizzur á matseli á 1390 kall. Ljum og krensar. Pantaðu pizzuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. You're terminating your dreams. The Expendables 2, komin í bíó. FM 95 Blö.